Þetta er yfirferð á hópverkefni 1 í vegferðum 2 árið 2021. Verkefni gekk út á það að taka við gögnum sem voru gefin, setja þau inn í töflur sem búið er að skilgreina samkvæmt forskrift hér, setja upp notendaumsjón þar sem hægt er að skrá sig inn og breyta notendum og skrá sig sem notenda, búið til vefþjónustu lag ofan á töflunum með gögnunum og hægt að eiga með gögnin, að minnsta kosti sækja þau, í einhverjum tilfellum breyta þeim og í einhverjum tilfellum eyða þeim og leyfa notendur síðan að útbúa virkni þess að geta skráð sitt rating á þáttinn frá 0 upp í 5 og geta skreið stöðu sína, hvort að séu hafi hort eða séu að horfa eða hafi langir að horfa. Og já, síðan voru gefnar myndir sem átti að setja upp í Cloudinary og öll gögnin voru gefin á CSV-gögni fyrir sjónvarpsseríur, sjónvarpsþætti og sjónvarpsseason og allar myndir voru JPEG-formi, þar sem að vísun á myndina var vísun í þetta hérna auðkenni. En lausnin sem slík hefur ágætis skjölun í bara produktinu sjálfu, en við förum hérna yfir hvað er í gangi. Til að byrja með, við skoðum aðeins hvað er sett upp í verkefninu. Þá erum við með nokkur skrift hérna og það er einhvern tvískipt. Við erum með skriftina sem bjó til gefnu gögnin til að byrja með, sem sækir gögnin frá annarri vefþjónustu sem við skoðum aðeins. Síðan erum við með skriftu sem að lesin CSV-gögnin, býr til gagnagrunninn og færi gögnin inn í gagnagrunninn. Síðan erum við með testskriftur sem gera jest-test sem eru skrifað á móti verkefninu. Svo erum við með lint sem gera eðslint. Svo erum við með start sem að keyri þá production útgáfu og við erum með development útgáfu af verkefninu kerandi. Hér er allt svo sem kunnulegt nema við erum að nota CSV parser hérna til að lesa CSV-gögnin og svo erum við að nota CSV writer til að skrifa gögnin þegar við erum að búa þau til. Síðan erum við með jest hérna og einhver auka pakka fyrir það og við erum að nota Winstone til að logga út, en annars er þetta allt frekar kunnulegt með við efni námskeiðsins. En ef við byrjum að skoða hvernig gögnin eru búin til í grunninn, þar sem það er náttúrulega ekki partur af verkefninu en sýnir svona einhverju leyti hvað er þetta, hvernig við getum gert þetta. Þá er hérna undir source data setup er virknin og hún er ekki mikið skjöluð en hún er þannig að við notum API hjá The Movie Database og við þurfum að skrá okkur það til að fá user token sem við setjum upp í env og keyrum síðan setup.js skrá sem er hérna. Env er í raun svona, þannig að hérna er í raun þetta tmdb token, það sem við þurfum til þess að keyra þetta data setup og það eru aðrar stillingar hér líka, ættu að útskýra sig sjálfar flestar hverjar. Þetta séu skoða eftir, þetta er í raun út að við erum að logga með Winstone, þannig að þetta er í raun hvað er log levelið okkar í grunninn. Ef við erum með verbose þá fáum við bara mjög meira, ekkert mjög meira, við fáum eitthvað meira en information er það sem er svona næs að hafa. En þegar við erum að setja upp gögnin þá erum við ekki að hugsa mikið hraða eða að vera performant hérna. Heldur við meira bara að gera þetta svona frekar eins og jarðýtur og það er í raun bara eitt main fall hérna sem gerir þetta. En við setjum aðeins upp smá uppstillingu fyrst. Við segjum hvar eru að kassa gögnin, þannig að við erum með directory hér sem heitir kass og það sem hún gerir er að nýta okkur það að þessi gögn ættu ekki að breytast mikið. Þannig að við erum með tengi klasa hérna sem tengir okkur við The Movie Database API-in. Þannig að þetta er útgáfan af API-inu sem við erum að nota og svo erum við að nota hérna nokkur föll eða slóðir. Við erum að nota popular, við erum að nota series ID hérna til að fá seríu, season
og það skilur okkur síðan líka þáttunum. Og við erum að bæta satt við einhverjum myndum, þetta allt í raun bara út frá því að lesa skjöluna fyrir þessa vefþjónustu. En það sem við gerum þegar við sækjum gögnin að við skrifum allt svarið niður í bara skrá sem heitir eitthvað Sluggify á urlinu, og Sluggify þá eitthvað sem tekur í raun HTTP og skiptir út öllum karakterum sem ætti ekki að vera í skránum og setur bara DAS í staðinn og skrifa sér gögnin niður. Og þegar við byggjum þetta aftur þá þetta í raun bara athugið til skrá sem heitir samkvæmt þessum kastlykli. Ef svo þá skilum við bara gögnunum úr þeirri skrá, annars sækjum við gögnunum og skrifum þau niður. Þannig að þá sleppum við í raun við að gera mjög margar fyrirspurnir á þetta og í raun nýtum bara það sem við gerum. Þannig að ef við þegar ég var að þróa þetta þá var ég í raun bara þurfti að gera eina fyrirspurn og svo þurfti ég að hugsa það að þetta væri að koma eitthvað oft tilbaka. Þannig að þetta er bara nákvæmlega þau gögn sem eru í svarinu, bara eitthvað JSON, og við eigum svo sem ekkert við það, heldur skilum því bara áfram. Og setup-fallið síðan keyrir bara áfram í gegnum þetta. Það býr til þennan Movie Database klasa sem sér að sækja þessi gögn. Og svo byrjaði bara að sækja 20 vinsælustu fyrir hverja einustu seríu í 20 vinsælustu, þá sækjum við ID og nafnið á henni, sækjum seríuna, sækjum myndina fyrir seríuna, sækjum gögnin fyrir seríuna og færum það yfir það form sem við viljum, sem pikkum út gögnin sem við viljum. Og síðan fyrir hvert season gerum við slíkt sama og síðan fyrir hvert þátt gerum við það sama og setjum þetta síðan allt í einhverja objekta þar sem við erum að geyma öll gögnin. Svo þegar við erum búin að sækja all gögnin okkar þá erum við bara búin að setja þau í þessa series hlut þá keyrum við aftur í gegnum þennan hlut, finnum öll þessi gögn, eigum eitthvað aðeins við þau, færum inn í all series, all seasons, all episodes og það er svona lokum skrifað niður í CSV skrárnar. Þannig að þetta er svona nokkuð beint af augum og í rauninu það sem þetta er svona one-off skrifta, bara skrifuð þannig. Þannig að það er skriftan sem gefur okkur gögnin sem eru í þessu data Þannig að við höfum þessi seasons, episodes og series. Og í raun fyrsta sem þarf að gera, svo sem þegar maður er að gera þetta í öruleikunum, þá gerum maður þetta ekki allt í einu, þá er maður svolítið meira að prófa sig áfram. En í fullkomnum heimi þá myndum maður bara byrja því að búa til fullkomið skema fyrir gögnin og horfum á ég hafi gert það þannig bara. Þannig að við höfum seríur og þá erum við bara búin að matcha þetta við gögnin sem við höfum og forskriftina af þeim. Svo erum við með genres hér. Hérna er nú eitt sem kom í ljós í lokin og það er svolítið af því í kóðunum, svona hluti sem mættu vera betri en gefið tíma, orku og það allt saman að sett frekar í svona fyrir framtíðina ef einhvern tíma verður lag. Síðan höfum við tengitöfli hérna fyrir seríu og genre og við segjum í raun að sería vísar í seríu, dálkurinn hér vísar í seríu töfluna, ID-ið og við höfum sem sagt allir foreign keyarnir eru skilgreindir með on delete cascade, það sem þýðir að þegar að færslu er eitt þá er öllum vísunum, allar færslur sem eru vísaðar í hana gegn foreign key verður eitt líka. Síðan höfum við season og episodes og þetta er með foreign key, það sem þetta er til hægðarauka hafa Siri ID. Svo svona auka aðeins búa í raun til unique lykil á þrendina þáttanúmer season ID, Siri ID. Þannig að þessi tafla geti ekki haft fleiri en einn þátt sem er með sama númer í sömu seasoninu fyrir sama þáttin. Síðan höfum við notendurnar okkar. Við höfum rating sem notendur hafa gefið og hér höfum við verið með unique lykil á notanda og Siri ID fyrir þetta og saman fyrir state og aftur unique þegar hver notandi getur bara verið með eitt state per seríu. Þannig að þetta erum við komin í raun með töflustruktúrinn og hérna í byrjunni
verið að droppa öllum töflum af því að við keyrum þetta inn oftar en við viljum, eða það var það sem ég gerði í þróun til þess að ég bara geta vita að ég var alltaf að búa til sömu gögnin aftur og það var ekkert handvirkt sem þurfti að gera. Þannig að til þess að fylla gögnin þá er keyrt þetta setup skrift hérna og ef við skoðum það þá er það hérna í setup möppunni og þá er það bara svona svipað, svolítið beint á augum keyrt á þetta. Við reyndar höfum hérna helperföll úr gagnagrunns helperskrá sem að insertar fyrir okkur gögnum, þannig eins og þessu inserta seríu þá tökum við hérna gögnum fyrir seríu og búum til insertskipunina, parametræðist viðmóti hérna og svo segjum við hérna í raun XSS á þessi gögn, þannig að við í raun ef að þetta fer alltaf í gegnum þetta fall þá þurfum við ekki að spá í því, þá erum við búin að skrifa á einum stað eitthvað sem passar upp á að gögnin séu rétt og sama fyrir þetta, sama fyrir þátt og genre, serie genre og svo er hérna einhver conditional update fall og hérna fyrir ofan eru svona bara einhver svona almenn query, single query sem gerir þar að fyrir bara nákvæmlega eitt stak tilbaka, delete query sem að keyrir inn query og gerir tilbaka, skilar row countunum tilbaka til þess að við getum aðtóa hvort að einhverju hafi verið eitt eða ekki og paged query sem að býr til, sem að hjálpa fall til þess að búa til query sem er með eitthvað pageað á eitthvað ákveðið limit og eitthvað ákveðið offset og svo eitthvað hérna til þess að slökkva á query poolinu ef við viljum keyra það út. Síðan höfum við hjálpafall til þess að setja inn í Cloudinary, þannig að við höfum hérna fall sem er ekki til þess að uploada, heldur til þess að aðtóa hvort að myndir séu til, þannig að út af því að við viljum geta keyrt setup fallið okkar bara eins oft og við viljum að þá myndum við samt sem ekki áður vilja uploada öllum myndunum í hvert þeirra þetta skipti. Þannig að í staðinn þá sækjum við hérna sem sagt alla síður á öllu því sem við höfum uploadað inn í Cloudinary og setjum það bara í sem sagt breytu hérna sem er þá í raun fylki af öllum myndunum okkar og þegar við sem sagt reynum síðan að uploada myndunum þá getum við aðtúað hvort að myndir sé uploaduð eða ekki til þess að uploada ekki aftur. Þannig að það er raun notað hérna fyrir neðan og svo erum við bara hvaðan erum við að sækja gögnin, hvaðan erum við að sækja myndirnar, hvað er SQL-ið okkar og hvað er slóðin á þessa keisluskrá sem við erum að nota núna. Síðan búið við til nokkur möpp hérna sem er þá í raun skráarnafn yfir í slóð á Cloudinary sem er þá möppun sem við hefum til staðar. Síðan er það seríu ID yfir í seri, þannig að þá ef við höfum seríu ID og hún er til í mappinu þá eigum við í raun hlut hérna sem við getum vísað í og svo uppfærðum hann eftir því sem við bætum við gagnagrunninn. Svo höfum við heiti og genre yfir í ID og genre, þannig að þegar við erum búið til þá möppun þá getum við, þegar við lesum inn seríurnar og þá getum við skipt út heitinu fyrir ID-ið. Svo hérna búið við til skemað okkar, svo erum við með skipanir sem við keyrum inn eftir skemað okkar er tilbúið. Það er bara ein skipun sem á sér stað þar og það er að búið til fastan notanda til þess að í raun að geta keyrt testin okkar og líka bara til þess að geta haft fastan notanda einhvers stað búinn til eins og til dæmis í síðlausni sem að gera aðgengileg að það var hægt að logga sig sem admin og gera eitthvað glórir. En síðan höfum við hjálpafall til þess að lesa CSV-skrána og það les í raun bara með CSV parser úr pakkanum, les þetta, setur í raun gögnin, við notum ekki strauminn, heldur setjum við þetta bara allt í þennan all fylki sem við síðan skilum í lokin. Þannig við lesum í raun öll gögnin upp í minni. Síðan höfum við insert genre or existing, þannig að þetta bætir við gagnagrunninn eða flettir upp í mappinu okkar ef að það er til og skila því og svo höfum við það sem við notum til þess að sækja eða setja inn seríu, season og episodes og myndir og síðan er rauninni mainfalli hérna er rauninni keyrir þetta allt bara í röð. Byrjar á því að taka alla myndirnar og uploada þeim, býr síðan til skemað, keyrir síðan eftir skemavirknina, keyrir síðan seríurnar, seasonin og episodin og svo
hættum. Þannig að þegar við sendum inn myndirnar þá tökum við bara alla myndirnar sem eru á disk. Við erum bara að gera ráð fyrir allar þessar myndir sem voru gefnar hérna. Þær séu notaðar og við bara keyrum í gegnum þær allar og sendum þær inn á Cloudinary og athugum hérna ef að Cloudinary Images, sem er þetta list images fall sem við skoðum aðan, ef að það inniheldur í raun skrá sem heitir það sama og hefur í raun sömu stærð í bætum, að þá uploadum við henni ekki. Annars þá uploadum við henni hérna inn í Cloudinary og í hvort heldur sem er þá setjum við þessi Cloudinary URL sem upload secure URL og svo segjum við bara í image mappinu okkar að image sem er þá hérna er heitið á myndinni verður Cloudinary URL-ið. Þannig að þá getum við skipt út heitin á myndinni fyrir fulla slóð á Cloudinary. Og svo næsta sem við gerðum var að keyra skemað okkar og svo seríuna, þannig að serían er hérna. Og þá er bara, við sækjum CSS-skrána, við lesum CSS-skrána, fáum þá öll gögnin hérna í data. Svo ýtrum við í gegnum hana, bara hvert einasta stak, finnum ID-ið, finnum genren, finnum date hérna fyrir air date, finnum myndina. Ef það er ekki mynd, þá látum við að logga út og það vanti mynd. Og svo insertum við seríuna og svo setjum við í series ID möppunum okkar, setjum við seríuna og ID-ið og svo seasonin sem er þá ekki búið að keyra. Og síðan fyrir genren okkar þá búið við til og insertum því svo fyrir ID-ið á seríunni. Þannig að við tengjum það ekki beint, heldur bara keyrum við allt inn hérna og þetta hérna passar upp á það að það kemur genre X og genre X tvisvar, þá í fyrsta skipti búið það til, í næsta skipti þá sendum við bara tilbaka ID-ið. Síðan þegar við búin til seasonin, þá er það bara alveg eins, nema núna finnum við seríuna í seríumöppurinn okkar, gefum vísun í hana og síðan þegar við erum búin að inserta seasoninu og þá pússum við hérna í það seasons fylkið sem við byggum til, ID-ið á seasoninu og númerið þess, númer hvaða röðina er og setjum síðan aftur í mappinu. Og svo að lokum fyrir þættina, þá er það aftur eins og við í raun gerum þetta og hérna eigum við ekkert við í raun þetta mapp, heldur erum við bara, þetta er seinasta, þetta er laufið í gögnunum okkar. Þannig að við insertum bara hverjum episode eftir að hafa fundið í raun season ID-ið og seríu ID-ið á úr mappinu. Þannig að þetta síðan lokum keyrir inn öll gögnin. Þannig ef við núna keyrum hérna npm run setup, þá keyrum við þessa virkni og við erum að nota hana logger hérna sem kemur frá og er búin til hérna í Winston sem að í raun bæði skrifar í skrá sem heitir app og ef við erum með debug eða verbose þá í raun keyrum við þangað inn. Þannig að nú getum við séð hérna bæði skrifast þetta út í konsolið og ef við fyrir hérna í app log þá sjáum við hérna, þetta er eitthvað gamalt en hérna sjáum við að þetta gerðist og hvenar. Þannig að við missum ekki loggin okkar ef hann fær eitthvað. Þannig að þetta er það sem við höfum hérna fyrir þetta. En síðan höfum við í raun, ef við skoðum aftur inn í Package Station, þá höfum við í raun hérna leið til þess að starta servernum okkar. Og í development mode, þannig að við búum hérna til annan konsol hérna og kemur npm run dev. Þá keyrir núna þetta og við getum prófað hérna að fara svona, keyra hér. Þá sjáum við þessi gögn sem voru gefin, við erum að skila þeim og við fyrir hérna season á seríu 1, þá fáum við hérna þessa seríu, við fáum seríu hérna 100, þá er það ekki, fannst það ekki, við fyrir hérna seasons, season, þá er hérna bara 1 season og þá sjáum við þetta. En eins og ég setti þetta upp, þá í rauninni staðan fyrir það að vera með Postman opinn og vera að prófa með áfram hérna með því að skrá inn hérna og íta á enter og skrifa á eitthvað og ekki vita hvort ég hafi brotið eitthvað og þá í rauninni skrifa þetta svolítið svona, eða skrifa þetta með því að búa til test fyrst. Þannig að þá er hérna mappa fyrir test og
testin eru þá þannig sett upp að við byrjum á bara C-series. Þá byrja ég bara á því að búa til hérna nákvæmlega eins og ég var að gera. Að ég var að fara hérna á TV og ég kerði þetta svona og ég horfði hérna, ok, gögnin eru hérna, ég fekk 10 tilbaka, ok, ég er með þessi link hérna, ég er með next og eitthvað og eins og ég horfði á þetta og segi, ok, þetta er lagi, og þá skrifaði ég hérna testum, sæki þessi gögn, fær hérna einhver result, en þetta er bara hjálparfall sem notar hérna eitthvað fall sem sækir og gerir alls konar, getur uploada myndum, getur sett inn formgögn, getur sett inn token og fetcha síðan að lokum og skilur resultinu sem er þá bara JSON-gögnin og statusnum á kallinu og síðan er hjálparfall bara fyrir fetch sem er þá bara get, post, patch og svo delete og svo hjálparfall hérna til að búa til einhvern random notenda og til að logga sig inn sem hardkóðaði notandinn sem verður þessi sem við byggum til hana og getur sérstaklega sniðugt að hafa þarna en virka vel fyrir þetta dæmi að keyra svona test. Þannig að ég sæki hérna geta TV, athuga, ok, er limit, er það 10, er offset 0, er itemin sem er skilað hérna tilbaka, þetta hérna fylki, er 10 stök í því, eru link self og link next defined, ok, frábært, þá er þetta allt eins og ég vil hafa það. Og svo prófa ég bara áfram, ok, hvað gerir þetta offset 0, hvað gerir þetta offset 10, limit 10, hvað gerir ég ef ég fyrir út fyrir, segi ég offset 100, limit 1, að þá gerir ég bara slíkt það sama, ég aðtóa hvað gerist ef ég gerir þetta. Ok, þá fæ ég þetta svona, þá aðtóa ég hérna þetta self ætti að vera hérna defined, next ætti að vera undefined, offsetið ætti að vera saman send in, itemin ætti að vera 0 og svo framvegis. Þannig að hérna er ég búinn að setja þetta upp bara meðan ég er að vinna þetta og skrifa þá í leiðinni, bara byrjaði að skrifa hérna, ef ég fæ TV þá vil ég fá það svona og svo síðan skrifa ég lógíkina fyrir það og svo keyri ég testin. Því þýðir það að núna ef ég keyri hérna npm test þá eru öll þessi test hérna sem eru í testmöppinni þau keyra og þetta endaði þá í einhverjum 100 og eitthvað testum sem að ég skrifaði með þetta. Nei, ekki eins og það mikið, 97, 106. Þannig að þetta prófar allar virknina sem ég setti upp og við það að keyra þetta svona þá get ég séð að allar þær forsendur sem ég gaf mér þegar ég skrifaði þetta þær halda ennþá og þegar ég gerði einhverja villu sem að breyta eitthvað þá fékk ég það fram á sama tíma. Þannig að við gerum hérna núna npm test og svo das sem ég sendu það sem kemur eftir inn í testkallið og sendi ég watch, þannig að just fær núna watch skipinuna sem því að það býður eftir breytingum hjá mér. Þannig að núna ef ég fær hérna þá segir það bara hún býður. Þannig að ég fer núna og segi ok, result limit to be 11 og ég veist það og keyrum testin aftur og núna fæ ég 1 failed test af því að það gerir ráð fyrir að fá 10 en fær 11. Þannig að núna ef ég hef gert eitthvað sem hef valdið því að þetta hef brotnað í einhverju öðru að þá hefði þessi test keyrt og látið mig vita að það var eitthvað brotið. Þannig að þetta hefur ýmsa kosti en ókostin eru því þeir allir eins og hérna þegar ég er að búa til nýja seríu og ég bý hérna til random user and return with token. Ok, þá fæ ég token, þá get ég sendt tokenin áfram í kallið sem á að búa til að því að aðeins adminir eiga að geta búið til seríur en ekki notendur og þá er ég að athuga hérna að þetta ætti að vera insufficient authorization. En ef ég breyti þessu einhvers staðar þá þarf ég að bara uppfæra testi mín. Þannig að testi mín verða svolítið kúpluð við lógíkina mína. En ef ég fer að gera einhverjar rosalega mikla breytingar þá verður testin líka rosalega mikla breytingar og þau eru alveg svolítið mikið aðeins. Þetta er alveg einhverjar 1000 línur testkóða sem að þetta enda með. En hann er rosa mikið eins. Hann er rosa mikið bara þetta að akta, akt, sort, eitthvað, maður ekki hvað fyrsta það en svo aktum við á gögnin og að sortum að eitthvað setja staðar og stundum er aðeins flóknari, þetta er svolítið flóknari próf en það er líka út af því að þau eru að keyra á móti vefþjónustunni en ekki á móti
í raun einingum í kóðanum, en þetta alveg næs. Þannig að þegar kemur upp villa, þá getur maður í raun bætt við testi sem að feilar á þeirri villu, laga hana og vita síðan að hún löguð. Þannig að það er að keyra öll þessi test til þess að sjá hvernig hlutinir virka, en síðan getum við líka farið að skoða hérna kóðan og þá getum við skoða til að byrja með bara hvernig authentication eða kannski bara hvernig app sett upp, og þá þetta bara mjög eins og hérna Express app sem við höfum verið að setja upp í vor. Hér eru við raun með case þar sem við erum að ef við erum að fá ef við erum ekki að fá post eða paths, við erum ekki með application JSON, þá erum við að segja, og ef það post eða paths þá ætti að vera multi-path form data, þá erum við bara að segja þetta, þú þarft annarkvort að senda JSON eða form data sem body, og síðan erum við að nota CORS sem að þá bara CORS headerarnir sem leyfir okkur að gera fyrirspurnir á þetta með client kóða. Annars þetta bara eins, og þetta sækir í raun passport hérna úr þessu auth passport og sækir síðan register router sem þá routerinn fyrir API til að notendur geti skráð sig, og síðan bara API sjálft, hérna API router. Þannig að register routerinn bara svipaður og við höfum verið að vinna með, bara blanda saman mörgum dæmum og mörgum því sem við höfum verið að gera í verkefnum með öðrum. Við erum með þess JVT token til þess að viðhalda innskráningunni, þannig að við búum hann til þegar fólk lokar sig inn, sendum hann tilbaka, gefur hann eitthvað expiry, fólk notar hann síðan þegar það sendir tilbaka og er að gera eitthvað. Við exposum hérna, ekki hérna heldur í passport hérna, og þá exposum við þessu require authentication falli sem að athugur að notendur sé hérna aðgengilegur, gerum hann aðgengilegan í middlewareum, og síðan require admin, og svo bara þessar stillingar á passport og þessu. Síðan höfum við að auki hérna users sem þá að updata user, þess að lefa notendum að breyta lykilorðinu sínu eða e-mailinu sínu, og leiði til þess að finna notendanum eftir ID, eftir e-mail, username, athuga passwordin og búa til notendan. Þannig að þetta er hér. Síðan fyrir API-ið sjálft þá er hérna þetta index stort og mikið, en það var önnur svo tilraun sem ég var að gera og prófa í þessu sýnlaust, var í raun að búa til svona declarative validation, þar sem að við í raun búum til validatorinn okkar hérna í sérmöppu sem heitir validation bara, og síðan höfum við þegar við erum að búa til rátun okkar, og þá hérna skilgreinum við svona sem eitthvað slóðin okkar, methodin okkar, svo einhverjir validatorar sem koma, einhverjir n-validatorar, síðan kemur validation check sem að í raun keyrir bara á athugar hvort það hefur orðið einhverja villur ofar í middleware-keðjunni. Ef svo skilar í raun villu sem þá í raun, skilar 400 tilbaka til clientsins með þeim villum sem urðu, og að lokum ef það ekki, í raun þá fer það í næsta middleware sem þá í raun eitthvað sem keyrir einhverja virkni. En eins og við skoðum áðan hérna fyrir TV, þá erum við með einhvern page query string validator, og hann segir þetta getur tekið við optionally offseti og optionally limit. Það á að vera offset á að vera að minnsta kosti 0, limit á að vera að minnsta kosti 1, og svo erum við hérna með þessar villuskilabúðin sem koma fram. Þannig að með því að gera þetta svona þá fáum við líka samræmi í villuskilabúðin okkar. En ef þetta er í lagi þá höldum við áfram. Ef þetta hefði klikkað þá hefði orðið einhver validation villa hérna, og við erum að nota Express Validator libraryið, og þá myndi þetta hérna ekki vera tómt. Þannig að þá getum við athuga hérna hvaða villur kom upp. Það getur verið einhverjar not found villur eða server error villur sem eru sér tilvik.
svo einhver login villa, þannig að þetta var svona aðeins fara að stretcha þetta hugtak, en þetta svona gekk á endanum. Og þá út frá því hvernig villa þetta þá þetta, ef þetta 404 þá þetta not found villa, ef þetta 500 þá þessi server villa, þá að try-catcha eitthvað og búa bara til einhvern villuhlut sem bara með server error, nákvæmlega þann streng. En annars skilum við 400 villu, og ef þetta var sín lægi þá notum við bara hérna catcher sem bara fyrir async await. Þá förum við hérna í list series og þá sækjum við query stringnum í requestinu, þannig að þetta fær bara request og req.res hlutin. Sækjum við offsetið, limitið, búið til page query, þannig að við erum núna viss það að þessar hérna gildi, ef við komumst hingað, þau í lagi, þau validated. Síðan búum við til metadata fyrir seríuna og sendum það til notandans. Og svo endurtökum við þetta bara fyrir fleiri. Þannig að við ætlum að sækja seríu, þá reyndar hérna aðeins, þá athugum við hvort að seríun sé til, og þá það eitthvað fallið skil að seríunni, og því ég rappaði hérna inn í eitthvað validated resource exists sem tekur við falli og keyrir hérna custom validator sem athugar ef við keyrum falli sem gefið hérna í FN sem getur tekið við gildi og request hlutnum, þá þetta resource til. Ef svo ekki, þá segjum við þetta not found vilja hérna, þannig að rejectum við með því. Annars setjum við resource á request hlutin og skilum bara resolve promise'n okkar. Annars segjum við hérna not found ef þetta var þróað hérðan. Annars þá kom eitthvað upp sem við meðhöndluðum ekki, og þá erum við með þetta server error villu meðhöndlun okkar. En síðan hjálpafall hérna sem þá returnar bara því sem við setjum resource'un inn í. Og kosturinn við þetta síðan þegar það búið að smíða alla þessa validatora, að þá væri það að búa til eitthvað nýtt koncept hérna, væri að copy-pasta þetta, skrifa fallið til þess að sækja þetta, pikka rétta validatora og þá þetta komið. Þannig að þetta svona varð aðeins meira en kannski ég sé fyrir, en áhugaverð æfing og áhugavert að skoða aðeins og bera saman við það sem við höfum verið að fara yfir í vor. Þannig við skoðum kannski eitthvað sem flókið hérna, það var kannski paths, að það hérna, þegar við patchum seríu, þá verðum við að vera admin. Við viljum nota multer, þannig þetta bætir bara multer við middlevörun okkar. Við viljum að það sé seríu ID hérna, ef það ekki til staðar, þá beilum við, sem þýðir þá að við keyrum ekki meira af keðjunni, af validation keðjunni, þannig þá keyrum við ekki fleiri validatorar. Síðan viljum við að seríun okkar sé valid, og þá þetta hérna allir validatornir sem til þess að athuga seríu, að gögnin fyrir seríu séu réttir. Hún á að eiga sér nafn, hún á að eiga sér eitthvað meira sem var hérna, hún á að eiga sér póster, þá athugum við hérna hvort að pósteri situr til staðar, og ef við erum ekki að patcha þá athugum við ekki að þetta sé ekki til staðar, annars athugum við mind-typeið og eitthvað og svo framvegis. Síðan segjum við að þegar við erum að patcha þá þurfum við að hafa minnstakosti 1 gildi, þannig við þurfum að hafa minnstakosti 1 af þessum hérna gildum, annars erum við að patcha með tóma patchinu sem við viljum ekki leyfa. Þannig þá þetta hérna athugar hvort að þetta rec body innihaldi að minnstakosti 1 af þessum gildum. Ef þetta allt í lagi, þá keyrum við update series fallið okkar sem pikkar út þá alla filterna sem við erum að vinna með, öll valuein, og keyrum síðan þetta conditional update og skilum hérna tilbaka því sem gerðist. Og þá allir þessi validatorar skilgreindir hér, það einhver hjálparfall hér, það enn fleiri hjálparfall hérna með einhverju alls konar, ætti að vera einhvers konar, ætti að útskýra sig sjálf eða vera með einhverju kommentum á, en annars þetta svona hröð yfirferð á hópverkefni 1.